það fíll í þessu herbergi, hann einhvern veginn í þessari umræðu kemur aldrei fram og það bara hvernig launaþróunin hefur verið. Laun eru eitthvað 60 og eitthvað % af landsframleiðslu. 1% launahækkun þýðir bara eitthvað, svona slagar í 30 milljarða kostnaðaraukningu fyrir hið opinbera og fyrirtæki. Þetta bara tölur sem skipta máli og það bæði, og náttúrulega með á báðum hliðum sko, þegar hækka kostnaðir þá einhvern veginn geta fyrirtækin freistast til þess að þá hækka verðið til að halda sér með í núlli, en svo náttúrulega líka þegar hækka launin þá getum við keypt fyrir meira, en þú veist það fjölgar ekkert búðunum eða veitingastöðunum eða öllu vörunum fjölgar ekkert endilega, þannig að það bara fleiri krónur alltaf og við fáum verðbólgu, þetta bara alltaf sama sagan og við vorum þannig með þessa kjarasamninga sem að laun voru hækka einhver 11%. Svo fengum við kjarasamninga núna fyrir 1,5 ári síðan. Það sem voru minni hækkanir, það sem gerist að þú verður alltaf að horfa á sko taxtahækkanir, því að það sem gerist alltaf þú fær launaskrið, taxtahækkanir fara allavega upp, fara bara að fá allir þeir uppi staði svipu launahækkanir og þeir lægstu. Þannig bara því miður virkar þetta og út með einhverja svona 5% hækkanir og svo hafa komið einhver hagvöxtar auki og eitthvað, þú veist, út bara ennþá einhverjum 7-8% takti, allt og mikið. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.